Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Hey! Grár. Ég eins og rappari. Þú ert alveg svo hip-hoppari með þér. Sjöfusis. Það algjört hip-hop í mínu manni hérna. Já. Við erum mættir hérna í stúdíóið, jóladagur þegar fólk er að hlusta. Við segjum bara gleðileg jól. Þetta er vikingsterkur. Við erum að drekka 3 vikingsterkar. Það var einn þáttur sem var Friday bar var byrjað hjá okkur í Köpen. Við tókum upp í stúdíóinu. Þetta er sko, ég held að sé svona 4. þáttur ever af Já, ok. Ég held að líka. Það heyrist að við erum dálítið Þoglumæltir. Að því við vorum byrjaðar á Friday bar sko, svo allir við bara að halda áfram og síðan þá höfum við aldrei fengið okkur bjór fyrir þátt. Það er bara, sem er bara fínt held ég. En mér finnst bara skemmtilega saga. Við vorum annars, fyrir fólk sem er að hlusta, þá vorum við að opna eitt malt og appelsín. Kolvetniskertar meira sem er minni sykur. Já, og það er spurning. Þegar við gerum þáttum malt og appelsín, þá var þessi drikk ekki komin, sko. Nei, ekki þessi kolvetniskertur. En alltaf þetta sé bara malt og sykurlaust appelsín. Sykur minn allavega. En það er sykur í maltinu, sko. Já. Þessna er sykur skert. En þetta er kannski, þú veist, að þið hittir bara malt og appelsín. Já. Þannig þetta er að vera malt. Já, maltið með og sykurlaust appelsín. Ætli það sé ekki. Já, ég held það. Sykurlausa appelsínu var, sko, kom mjög vel út sem drikkur. Það bara finnst engin munur. Mér finnst það bara mjög góður, sko. Hann er bara mjög vel gerður. En, sko, hvað borðað þú yfirleitt á jólunum? Hvað ert að borða núna þegar þessi þáttur kemur út? Núna í ár, við erum með kalkún. Við erum alltaf með hamborgarrygg. En núna verði hjá fóreldrum Stefaníu. Þau eru með kalkún og ég er bara spenntur fyrir því. Velfylltan? Já. Ég náttúrulega veit, ég hef aldrei ég elskar fyllingun á kalkúni sko. Kalkún kjöt er allt í lagi. Já. En fyllingin á kalkúni geggjur, svona brauð og eitthvað kjaftaði. Já, geggjað sko. Þannig bitar. Mér finnst kalkún alltaf leið sko. Já, ég held að móti því sko. Með sætkartöflustöppu. Já, sætkartöflumús. Ég held líka bara að sé gott að fá aðeins bara minna reyktumat. Já, maður verður alltaf svo þrútinn á jólunum. Maður er alltaf dálítið uppblásinn sko. Rópa í hérna í mækinu. Það er einhver vantar einhvern í vinnu á útástöðum, þá get ég alveg komið alltaf róp í mækin. Náttúrulega maður við byrjum hjá RÚV sko, það var einhver sem var ekki ánægður með okkur þegar við vorum að sletta eitthvað. Já. Það sent alveg skrifa eitthvað hjá okkur í podcastinu. En það er samt eitthvað sem bara gerist, held ég, bara daglega hjá RÚV. Þau eru bara vön að fá alls konar. Já, þessar kvartanir og eitthvað svona sko. Djöld finnst mér samt þetta RÚV og TikTok skemmtilegt. Já, það er mjög vel gert. Það er mjög vel gert. Það er vel skipilegt, þannig að þeir eru með þannig Ingunni að vinna fyrst við það sko, sem er drollan í nettkjaftaði. Geðvegt sko. Herði, má ég spyrja? Ertu þú þá sína hamlaðið? Já. Yes, ok. Ég er með gjöf. Ok. Sem ég fann. Þetta er smá jóla. Ok. Þetta er sérsagt svona jólasveit, svona súkkulaði jólasveit. Og belgískt súkkulaði. Já. Lesa hvað stendur, hvað hann heitir. Svenki heitir Hamlet. Hann heitir Hamlet? Hamlet. Yey! Er ekki gaman? Jó, takk fyrir mig. Vá, geggjaður. Það ekki. Ég held, kannski er þetta eitthvað svona til að setja í með heitu súkkulaði, sko. Já, eða í skóinn bara. Já, setja í skóinn. Hvað ert þú með í jólamat, eðið? Heyrðu, við byrjuðum þetta eftir Köpen, heima. Ég sagði bara fjölskylduna, heyrðu, nú er ekkert annað í matinn en purustek. Já, purustek í afnýttugur. Já. Þannig ég bara elda alltaf purustekina. Orðið mjög góður í því. Ég skal afbindigur, ég skal losugur og ég tek út með svona bara geggaðu í munnin, ég get ekki talað, bara ég skal losa þetta. Já. Ef við höfum purustekki með. Já, búin að binda alla fjölskyldunum niður og heimta purustek alltaf jólin. Ég er með svo mikla heila þóku alltaf. Ég skal afbindigur. Já, ég var einmitt það svona að reyna að spotta hvað. Líka sko sykurbrúnar kartöflur. Hversu geggju uppfinning er það? Já, ég veit að það er tjúlu uppfinning. Bara manni sem fann upp á sykurbrúnar kartöflur. Kæra þakkir.
Hvað heitir hann sem er með svoðþættina? Kristinn svo, já. Hann var eitthvað að dissa brúnakartöflur. Hann er bara Kristinn er bara eitthvað að flippa. Og hann fílar heldur ekki græna baunir. Hjá Óra? Já. Hann sagði umbúðunar geðveikar, innihaldið ekki. Skemmt að þú skulle tala þetta því að ég rannsakaði fyrir þáttinn. Óra baunir? Já, kallum við. Það er svo gott, sko. Meðal annars. Þetta er smá bland í poka þessi jólaþáttur. Þetta er almennilega svona athyglisbrestar, allir búnir og þrútnir eftir jólamatinn að hlusta á rétt fyrir svefnin. Já. Þetta er okkar jólagjöf til hlustenda þáttur á aðfangadag. Herðu, gleðileg jól. Gleðileg jól. Þessi þáttur kemur út á aðfangadegi. Takk fyrir samfylgdina á árinu. Já. Og vonandi áframhaldandi. Já. Samferð. Þessi þáttur eru kannski 2 viðbót vera teknir hérna upp, svo eru að flytja í annað stúdíu, sko. Já. Og það fer eftir hvaða stúdíu það verður, en það verður spennandi að sjá. Já, það verður kannski eitthvað smá millibilsástand, og svo verður við komið með nýtt stúdíu. Fólk er náttúrulega búið að vera að hlusta á okkur í 6 ár. Já. 6 ár er fólk búið að hlusta, Við erum búin að flytja stúdíu og staðsetningar og útvarpstöð bara alveg oft, sko. Þetta gerist, það er bara tíminn. Myndu þið vilja sjá bara sjónvarpsþátt? Hvernig væri það? Ég er náttúrulega, sko, búin að reyna að pitcha við Fjölni að taka upp pitcha sjónvarpsþátt sem er á slóðum Mýrundar, sem við fáum að fara til Danmörkur og síðan England og Ísland og síðan Nýja-Sjáland. Ástralía, Jesus. Helgi Gylfi komið og svo fyndi koncept að gera bíómynd eitthvað ætti að vera svona bíómynd, þetta myndi þróast út í eitthvað svona svona podcast veluna afhendingu eitthvað. Ég var ekki búin að heyra þetta. Ógeðslega gott. Og svo þetta færi alveg svona steikt átt eitthvað minn. Já. Það er náttúrulega mjög mikið í tísku núna. Það er að koma almennilega bylgi í þessu, eins og Chair Company. Já, geðveikir þættir. Chair Company er náttúrulega ótrúlega þættir, sko. Hvað hétu þættin þessi Steindi gerði? Kæru landsmenn. Já, ég sá það ekki. Þú veist, átt að vera eitthvað svona Steindi að heimsækja fólk út á landi, en honum fannst það leikið, fattar held ég, í þáttunum, fannst honum það svo leiðilegt, hann var bara eitthvað, við hljótum að geta gert betur þetta eitthvað. Já. Og úr því verður til einhver svona sería, þar sem hann er að reyna að búa til myndina sem sem heitir vampírumyndina. Já, vampírumyndina. Nei, hvað heitir hún? Leikúburinn X er í henni. Já, Leikúburinn X. En sko, það er svo sniðið, sko. Já, ok. Nú er líka jólabjóra tímabilið. Já. Hvað er uppáhalds jólabjórið, veistu það? Já, ekki Túborg jólabjórinn, ég fíla hann ekki, sko. Mér finnst áfengi maltdrykkurinn geðveik. Ég var að fara að segja það er minn uppáhalds. Já, græna baunir og malt. Græna baunir og malt. Nei, hann er geggjaður, hann er ógeðslega næs. Hann er frekar sætur, sko. Já. Malt var áfengt. 5,6, já, malt jólabjór. Nei, nefnilega ekki. Malt var ekkert áfengt. Þú getur fengið náttúrulega áfengt malt. Já, í dag, en ég skal segja betur. Já, erum við byrjaðar á þetta? Ég veit það ekki, sko. Ég er ekki að finna rétt að segveið í þetta. Ég er kannski truflaði eftir að ég var með eitthvað að skrifa þetta niður, en ég get líka spurt í lok þáttar að þessu, sko. Já, það ekki bara. Jú. Hvað er með þetta, maltið? Heyrðu, þátturinn í dag er jólabjórin, bara sögu jólabjórs. Ok. Julebrugg frá Túborg, sem er bara jólabjór Íslendinga, eða svona. Já. Fólk hver alltaf í hann. Ég veist, það eru til alls konar jólabjórar. Það er komin létt útgáfan líka. Sem er bara á íslenska markaðin. Íslenski markaðin er svo fyrsti að fá hann. Við erum á undan dönum að fá Lillejúl. Og hann er ekki fínn, sko. Við erum pröfumarkaðurinn fyrir þetta. Ok. Hann virkar, hann er geggjar. Ég man því fór í Fötex, var eitthvað að leita lightbjór. Já. Haldandi að það væri kannski hægt að fá. Ég var eitthvað að passa kaloríu og ég vildi fá lightbjór og það var bara það veit sér engi hvað ég var að tala ég held að ég var að tala bara léttul. Það var alltaf svarið. Það bara sko, þetta var sagt allavega hjá Ölgerðina. Það var samstarf Ölgerðina við Carlsberg sem meðal annars á Túborg vörumerkið er langt og farsælt. Þeir eru bara þetta er bara eitthvað svona
ég reyna að komast að því að því ég var ekki búin að undirbúa það fyrir þáttinn en ég vil bara sjá sko Carlsberg hefur undanfarin ár fylgst vel með þeim góða árangri sem við höfum verið að ná í bjórmarkaði og sérstaklega veitt vörþróun okkar athygli því var ákveðið að taka sambandi á næsta stigi í ár þannig að ölgerðin fekk sérstaklega gæðaviðurkenningu og var valinn besti samstarfsbruggari Carlsbergs og í kjölfar þess var ákveðið að fara í nýsköpunarverkefni undir Tuborg vörumerkinu og var þá niðurstaðan þessi jólabjór Tuborg Liljejól sem bara, þú veist, íslensk pæling og það er náttúrulega við Íslendingar erum sjúkir í light öl Mér finnst líka Liljejól og svo gott Við erum sjúkir eins og Liljefræri, skilur Já Liljefræri er 50 dagur Liljejól En þú veist eins og Guinnessin, hann ekki alveg svona léttur eins og lightbjórn? Hann er tiltölulega léttur en hann er ekki léttar en lightbjór ég hélt það fram ég held því fram mjög lengi en það er ekki satt Það er ekki satt? Nei Ok Mér finnst hann góður sko Hann er góður Ég er nýbyrjar bara svona Ég elskar státbjóra sko Já, en maginn sko daginn eftir Guinness jam er tröflaður Já Ó já, svartar en lakkrís sko Það er lakkrísin, já, það er lakkrísin í þessu En sko, förum í söguna Fyrsta tilvitun jólabjór á tímarit.is mér finn Það er 29. janúar 1913 og það er í Ísafold Ok 21. desember líka 1915 í Morgunblaðinu Svo kemur það bara aftur seinna í Fálkar 1929 og eftir það þá bara aftur í vikurfréttum 1986 Þú veist, ég hefði getað leitað jólaöl Já En það er annar drykkur sem er svona yfirleitt hvítmalt hvítöl sem er svona dökkt yfirgerjað léttöl með rætur í Danmörku og það er gert með því að meskja maltið í mjög háum hita og við ætlum að smakka það Geðug tímasending, ég var að klára Kallinn var að klára Alveg, við verðum hérna vel sigraðir Nei, reyndar ekki út af hérna Kólvataskert Gef mér hérna hvítölið Við erum hérna að opna í stúdíunni hvítöl og við ætlum að smakka Svo fint að þú hefur komið með malt og appelsínu og ég líka Já Herru, skál Síðan 1913 Já Herru, þetta er úrslega flott Síðan 1913 kallið minn Skál Hvítöl Fínt Ég elska þetta sko Þetta er mjög næs nefnilega Já Svona léttur á því En jólaöli, er það hvítöl og Ég held að jólaöl sé bara hvítöl eða hafi verið hvítöl það þú veist að núna er það þú veist alls konar og blanda aðeins í dríjað með appelsínu þá Já Þess vegna er jólaöl og malt og appelsínu ekki sami drykkur Nei, jólaölið í sjálfu sér er bara hvítmalt Það? Já Þess vegna er búin að vera svona nafni er búin að breytast hjá Egil sko því fyrst það hét alveg einhvern tímann jólaöl þegar var jólaöl og appelsín nei það hefur alltaf heitið jólaöl og appelsín en fyrst var það svona appelsín bara í litlum stöfum nú kemur alveg greinarmunur jólaöl og appelsín jólaöl er bara hvítöl Já ok Er ég nokkuð viss ef ég hef rangt fyrir mig þá skal ég leiða þetta á 9 ári sem ný manneskja Nú er sko mér hefur alltaf finnst ógeðslega gaman að blanda mitt í jólaöl og ég gerði alltaf bara við gerðum þetta alltaf og ég fekk alltaf heiðurinn að blanda jólaöl Blanda malt og appelsín mennur Já og kannski smá Coca-Cola líka Já, Coca-Cola Það er það sem sumir hafa verið að segja sko Já, smá kók Ég var að segja Coca-Cola þannig myndi fólk halda að ég var að tala um kókaín Og smá kók Og smá kók Blikk okay. Já, blikk Nei, og svo reykjum við það Já, svo reykja smóka malt og appelsín Buttara tilboð Smoking beer Juntur vafðar í malt og appelsín papíri Nei, I'm feeling festive Fólk hefur alveg verið að tala mikið um þetta að setja smá kók en ég vil halda amerískum vörum burt frá mínum malt og appelsíni Ég vissi það Þess að sagði þetta með litlum stöðum Hvað sagðir þið? Þess að sagði þetta með litlum stöðum og Coca-Cola Burt með þetta Þetta kapitalíska kjaftaði En sko maltölin sver það er líka bara eins og bjóran er ekki með áfengi venjura það er búið til úr malti eins og með annan bjór en í maltöli er líka sykur og lakkrís og þess vegna er maltöli svona sætt en gerið sem er bætt í maltöli Bíddu, er lakkrís? Er það lakkrís gos? Það er lakkrís í maltöli En hvað er malt?
bara malt sjálft. Já, þetta eins og bara hveiti? Já, bara þú veist sem nota til þess að gera, þú veist, það korn. Það bara korn, já. Noti spýra, smá í raka. Ég voru í Edinborg. Það var eitt bar sem heit Maltskóflan. Maltskóflan? Bara á íslensku? Nei. Ha? What the hell? What the hell? Ég hlæst eins og Jón Gnarr. Já. En sko Já, fyrir ekki, já, malt, sko, já. Í maltöli það ger, en gerið er bætt til að drikkurinn er kaldur. Þannig að þú veist, það verður ekki til áfengi. Þess vegna er ekki svona áfengi í maltöl. Þannig að kannski í gerjaðum, eða veist, kannski í bjórmaltinu, áfengismaltinu, þá er kannski því bætt við þegar drikkurinn er heitur til þess að gerið. Já. En maltið var smá áfengt í gamla daga, sko. Ok, getur verið. En bara, þú veist, eitthvað smá. Já. Það var bara selt í búðum samt, sko. Það getur alveg vel verið. Það getur verið að segja ennþá þannig. Já, ég man eftir að djama maltið þegar ég var fullur á maltið 30 ára, sko. Minnst það svo skemmtileg áferð. Já, góð áferð. Þetta er vel hönnuð flaska. Ekki smá. Flaskan, hún er falleg. Þetta er mjög fallegt og falleg flaska. Ég trillist þetta AI. Nei, þetta er ekki AI. Þetta er náttúrulega engan veginn AI. Þetta er náttúrulega old school hönnun hérna, sko. Þetta er ógeðslega flott, sko. Annars er ég að fara að brjóta niður einhverja hurðir. En pældi því, þú veist. Mest að kjafta sem ég las góð hönnun, sko. Já, fyrir fólk sem er að hlusta þá er þetta svona 2 jólasveinar haldandi á kalikum og skála. Svona í kross. Skáli kross. Ekki spons. Ekki spons. En sko, jólabjörnin í sjálfu sér. Býtu, erum við með spons eða? Nei, jú, við erum með spons. Já, við erum með spons, já. Býtu, hver er það? Það er hérna Mr. Forlax. Mr. Forlax. Give me a book. Forlag, þetta er gæðvöld lag. Þetta er upp á slæðið mitt. Mr. Forlax. Þetta er upp á slæðið mitt. Give me a book. Hvaða bók er það? Við erum náttúrulega með afslátt á bókina Staðreyndirnar út desember fyrir kannski full seint að kaupa á jóladegi eða aðfangadagskvöld. Já, eða aðfangadag. Nei, það er ekki opið. Það er ekki opið. En það er þetta kannski rafrænt. Já, svo getið komið bara við eða komið við búðina 27. eða sagt bara á aðfangadagskvöld að jólagjöfin sé á leiðinni. Já. En þá fáið þið 50% afslátt á bókina Staðreyndirnar. Já. Með kóðanum og hlaðvarp á forlagið.is. Yes sir! Jólabjórin sjálfur í sjálfur sér. Hann er alveg til tíma sko fyrir Krist þegar víkingar brugguðu vetrarbjór til að heiðra goðin og fagna vetrasólstöðinni sem var í gær. Já. Þetta er tekið upp á Mánudag. 21. var í gær, já. Sem var 21. Það er bara að fagna því fyrst. Ég skil það vel. Já. Shit. Einhvern veginn þarf maður að búa til einhvern stemmara í kringum þetta. Já, í þessu myrkri og eymd og volæði og traffík. Og ég meina, það er ekki til betri tilefni en að halda bara almennilegt djam á vetrasólstöðinni þegar bara merti myrkurinn allan tíman. Við erum svo brend af einhverju bjórbanni en þá eitthvað svona. Við erum eitthvað bjór í búðir. Nei! Já. Af hverju ekki? Það er auðveldara fyrir alga. Börnin verða alltaf full. Börnin er alltaf full og auðveldara fyrir fólk að komast í þetta sem á ekki vera að komast í þetta og maður eitthvað. Ég hef aldrei, já. Opið í ríkinu bara til 8 á lögutum og eitthvað svona. En ég er bara. Ég hef ekkert skilið þetta sérstaklega. Það hlýtur að vera einhver leið til þess að gera þetta. Minnst Sjálfstæðisflokkurinn alltaf byrja að tala um áfengi í búðir þegar kostningarnar fara að koma. Það byrja alltaf Sjálfstæðisflokkurinn að tala um áfengi í búðir. Ég man eftir þess bara. Þau vilja það. Já, frá því ég var 20 ára. Ég er 32 núna. Það var alltaf bara áfengi í búðir. Og maður var ok. Sjálfstæðisflokkurinn er að pæla í alls konar hluti. En nei. En sko, eftir að kristni mætti síðan til Noregs á 10. öld, þá fyrirskipaði Hákon konungur fyrsti að hvert heimili er að brugga jólabjór og halda veislu til að heiðra hinn kristna guð og nýju trúna. Þannig að hefðin hélt áfram og ef ekki var farið að þessu þá bara var það sektum
Gæti jafnvel kostaði bara fólk landegni sína. Þannig að þú bara verður að brugga bjór. Verður að djamma. Þú verður að djamma fyrir Krist, ok? Oh my god. Gekkja dæmi. Nei, geðveikt. Það hefur alltaf náttúrulega verið mikið fútt í jólabjórnum og á þessum tíma þá notuðu bara allir sem brugguðu besta kornið og ég meina orðspor bruggarna var bæði eftir gæðum og sérstöðu bjórana. Auk þess þurfti góður jólabjór að vera sterkur á bragðið, meira að segja sko, skilur, þannig að bruggar notu oft tóbak, sykur, síróp og svona til að styrkja bruggið. Tóbak. Það væri áhugavert. Já. Ég er til í smakka það. Neftóbaksbjór. Já. Gauður erum að drekka síkó. Drekka síkó og reykjabjór. Reykja jólaöl og drekka síkó, reykja malt og appelsín. Mín fullkomnu jól. Drekka síkó, reykja jól. En sko 1926 kom síðan fyrsti fjöldaframleiti svona þú veist bara tappaði bjórinn. Já. Og það er jólabjór sem við þekkjum en ekki sem jólabjór, bara sem bjór. Algjör basic bitch lager. Já. Ég held ég mig kalla hann lager. Jú, hann er lager. Já. Og hvað heldur það að sé? Er það bara Thule? Nei, Viking. Stella Artois. Það? Maltaður belgískur lagerbjór kom fyrst fram sem jólabjór og er síðan bara orðin einn af útbreiddustu bjórum allar tíma. Hann er bara jólabjór í nafninu og merkinu að því Stella í Stella Artois vísar til hinnar skínandi jólastjörnum sem vísaði vitringunum þremum veginn að Jesúbarninu. Búm! Wow! Geggjaður já ok fakta hérna sko. Þetta er geggjaður já ok fakta. Wow, maður. Þetta er sko, þú veist hverju er hlustandi já ok ef þú kynnist einhvern og hann segir við erum að drekka Stella Artois. Veistu að Stella Artois er actually jólabjór. Þaðan kemur nafnið. Ég er með Stella í skóp heima. Ég er feeling festive. Já. Fyrst er þetta ekki magna. Þetta bara, ég var alveg bara augun bara poppuð út bara eins og í teiknimynd. Þurrkaði glérun. En sko, Stella, ok, jólabjór, já, segjum það bara. En jólabjór Íslendinga, það er náttúrulega júlubrugg. Tuborg júlubrugg. Já. Tuborg júlubrugg hefur verið mest seldi bjór Danmerkur frá því hann kom á markað og það var árið 1981. Ekkert það langt síðan. Nei. Og er fjórði mest seldi bjórinn í Danmörku bara yfir höfuð. Bruggmeistarinn Per Kryger-Larsen bjóti þannig gullfallega fræga bjór en þegar hann kom út var hann fyrst kallaður Sneibaja. Sneibaja er náttúrulega sko old school. Sneibaja. Sko Bayer sko ég man að nokkur svona sjómlatanir kölluðu Bayer bjór ennþá en þetta er svona slangur eða veist núna í dag er það nota með þessi slangur en Bayer er bjór á dönsku sko. Já, ég man það. Þeir sem náttúrulega segja mér meira öl núna. En Sneibaja. Snjóbjór. Og það var ekki fyrir 1990 þá byrjaði Tuborg að marka sér þetta daginn þegar júlubrugg kom á markað sem Jóðdei. Já. En veistu hvaðan hugmyndina að Jóðdei kom? Giskaðu bara einhverjum öðrum hátíðum. Þetta er náttúrulega jólasveitin, eða ekki? Já, við erum að tala um kristinhátíð, Jóðdei, júl. Já. Hvað var þá Jóðdei að herma eftir ef við hugsum aðra frídaga? Bara kringum jólin? Já, nei, kringum árið bara. Kristna frídaga. Kristna frídaga? Eða frívekur eða eitthvað. Oh my god, ég veit ekki. Hvað hitt sem strengist krist líka? Páskar? Já, Payday. Hugmyndir var fengin úr Payday herferð Tuborg. P-daginn. Það var P-dagurinn var á undan Jóðdeginum. Hvað er P-dagurinn? Páskabjórinn. Þegar páskabjórinn kom út. Er Tuborg páskabjór? Já. Ha? Ég hef aldrei smakað Tuborg páskabjór. Jú, maður. Já, ég er nokkuð viss það sko. Páskabrugg. Jú, kannski. Það er lítil svona... Er það fölsk minning? Það er lítil svona kjúklingur.
Já, jú. Hérna, lítið svona gulu kjúklingur. Páskabrauð. Heyrðu, jú, ég hef verið að smakka hann, en þetta er ekki eitthvað sem, sem ég er eitthvað svona, páskarnir kominir, nú getur fengið mér páskarnir. Já, ég er búin að bíða eftir P-deginum. Já, P-deginum. Við erum að spyrja dönskukrana hvort þeir haldi upp á P-deginum. Já, nákvæmlega. Er ekki að fara að halda upp á P-deginum, bráðum? En það er ógeðslega fyndið að jóðdagurinn kom í rauninni úr P-deginum sem var útgáfudagur páskabjórsins. En sko, fyrsta árið, 1990, þá halda svona 100 barir upp á jóðdeg í allri Danmörku. Já, fyrst Já, fyrsta. Árið eftir 1000. Stigmögnunin var röð. Já. Og núna er hún bara breytt út allt í alla Danmörku. Þetta er bara þess að hátt í Danmörku, sko. Ég manstu við fórum náttúrulega einu sinni óvart á djamminu í bæinn þegar það var jóðdeg. Já. Já, bara hvað er að fucking gera? Það voru allir að tjúla, skilur. Hvað voru ekki... Vorum bara allir í miðbænum. Já, við vorum að ferðast. Þetta er ekki þegar við vorum í skólanum, eða? Já, nei, geti verið. Eða skólinn... Nei, ég man það ekki. Ég held að jóðdeg ekki farið framjá okkur ef þau byggum. Ég man það ekki. Ég held fyrsta árið. Þá vorum við farin í bæ. Já, geti verið. Mér myndi það. Já, það var allt vittlaust maður, allir með húur og... Já, það var bara partí og rútur út allt og bara menn bara í kortir í slagsmál og fólk að æla út á götu og bara... En Danir eru líka svo mikið þetta þarna, þú veist, það er bara er útskrift. Þá bara, allir svo rútur, með þess að það er enda mjög skemmtilegt, sko. Að rúta í sig bjór, sko. Já, og bara, unglingar í svona partírútum, sko. Já. Keyrum allan bæinn, þetta er eins og í drukk myndinni. Já. Ótrúlega hefð. Ótrúlega hefð, já. Dimensjón. En hérna... Já, dimensjón. Námsmenn byrjuðu alveg snemma að halda upp á komu jólabjórsins. Enda náttúrulega danski námsmenn einir þá bestu að finna afsökun til þess að drekka bjór hvernig sem er. Já. En sko, þau byrjuðu meira að segja á undan 1990 skilur. Þeir voru áður en Túborg byrjaði eitthvað að halda daginn hátíðilega en þá voru námsmenn byrjaði að fagna komu jólabjórsins. En sko, jóðdagurinn sjálfur og hvenær þeir ætla að finna upp á deginum til þess að halda upp á þetta er sagði verið að hluta til innblásinu á þeim tíma á 9. áratögnum þegar fjöldi fólk safnaðist saman klukkan 11:59 á öðrum miðvikudegi í nóvember til að taka móti nýjum árgangi af franska rauðininu Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau? Já, þetta er svona hálfgert svona jólavín. Auðvitað eru frakkanum með fucking jólavín. Já. En það er Beaujolais Nouveau. Jólalista vínið er púrtvínið, sko. Það er satt. Já. Það er okkar portugalska vín, sko. Portvínið. Frá Porto, ekki það því að fara á Portugal, heldur það því það er frá Porto. Porto, já. Porto svæðinu. En svona alltaf, en ef ég myndi brugga púrtvín, hvað mætti ég kalla það? Styrtvín. Bara styrtvín, já. Alveg svo, þú veist, heimabæri minn í Portugal, Figueira, þeir framleiða styrtvín. Þeir kalla það sólarvín. Já. Það því að Figueira er svona sólarbær. Já, ég skil, ok. Og sko frá 1990 til 1998 þá var viðburðin haldinn alltaf á öðrum miðvikudegi í nóvember. Og Túborg júlabrugg kom þá ekki fyrir en mínútu fyrir miðnætti. 99 hins vegar var jóðdegi farður yfir á fyrsta föstudag í nóvember vegna þess að fjöldi námsmanna og launþega mætti of seint í skóla eða vinnu eða bara alls ekki eftir að hafa djamma nóttina áður. Og kennarar og vinnuveitendur sendur svo margar kvartanir til Karlsberg út af því að þeir breytu því þannig að júlabrugg komi núna alltaf fyrsta föstudag í nóvember klukkan 20:59 ekki 1 mínúta í miðnætti. Að því fólk var náttúrulega búið að vera að djamma til miðnættis og svo bara byrja enn harðar að djamma eftir miðnætti. Þetta þykir mjög hátíðlegt í dag í Danmörku. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, 2008 kom bara í dönskum orðabókum bara orðið jóðdegi. Já. Bara til í dönskum orðabókum. Það væri bara svona maltdagur á Íslandi. Já, maltdagurinn. Já, en væri hann mér finnst allt í lagi bara við höldum líka upp á jóðdegi. Mér finnst ekki þurfa íslenska það. Ég veit ekki. Nei. Ef eitthvað svona sammernar okkur norrænu löndin þá er ég bara til í að taka það inn bara, eða þú veist bara.
Að sjálfsögðu, sko. Halda því líka. Sjálfsögðu. Reynda var ég geðveikt til í að íslenska eitt að því, nú var ég í Edinborg og það er svo mikið ég veit ekki hvort þetta er tourist attraction en það er svo mikið af börum sem eru með live tónlist að þann hátt að það mæti bara fólk með hljóðfærin sín og þetta er oftast bara sekkjapípa, fiðla, gítar, harmonika og þau setjast bara við eitt borðið bara eins og séu bara, veist, þetta er ekkert svið nei. Og svo eru þau bara búin að panta sér bjór og byrja bara að spila og þetta er bara geðveik hefð bara stemning ekki trúbador nei. og með þetta í hug, veist, við eigum alveg fullt af íslenskum svona folktónlistar bara, tónlist segi og ég veit ekki samt hvað bar geti tekið við þessu, kannski íslenski barinn danski barinn að geta tekið þarna þeir eru með hotsætin hjá Pílu já, það sem bara, veist írski prikið er alltaf til í eitthvað rugl prikið, já svo líka Rosenberg það er eitthvað til í það en íslenski barinn ætti að vera bara með eitthvað svona já, algjörlega eitthvað svona smá við varum þá með kvæðakór já, það er satt ég veit ekki ég er bara að láta mig dreyma þetta er eiginlega raun og veru skosk og írsk höfð já, ég meina við tókum fullt af írum þannig að við ættum nú að halda upp einhverja írska við erum mjög írsk já, við tókum alveg fullt af þeim Akran er svona bara írskur bær já eftir einhverjum norski víkingar rændaði elsku fólkið sko 2009 þá var Jótaður Túborg færður yfir á síðasta föstudaginn í október já en ár eftir þetta þá var dagurinn aftur færður á fyrsta föstudaginn í nóvember og ég hef bara haldist síðan þá sko já það var bara pening í byrjun mánaðar þess ekki í lokmánaðar nei nákvæmlega ég held að það sé bara ég held að það sé hárrétt pæling ég er ekki viss þetta er alltaf nemyndur þetta er ekki faktískt réttur skilja þetta eru nemyndur þeir eiga ekki bót fyrir borin á sér í Danmörk jú þeir eiga það reyndar en þú veist það er ekkert auðvelt að djama á síðasta föstudeginum í október auðveldara að djama í fyrsta föstudeginum í nóvember já. We know this, okay? We know this hvaða ár heldur að Jótei hafi fyrst verið slegin af síðan hann var haldinn slegin af? Já hætt við það var eitt ár sem Jótei var hætt við af hverju heldur að hafi verið það getur nú í október? Nei, í nóvember, þú getur nú ekkert verið búin að gleyma því fjölda samkvæmi fjölda fyrst marg COVID já, 2020 var í fyrsta skipti sem ég er bara eitthvað hvað gerðist nei, á 2020 náttúrulega var fyrsta sinn sem Jótei var ekki haldinn út af COVID auðvitað damn en hann hefur bara komið áður og sterkari svo er sagt að maður má náttúrulega ekki gleyma hér var pandemic já, hér varð COVID pandemic en sko ég sagði þetta eitthvað skrítið pandemic baguette einhver nafnlaus á Twitter nei á TikTok var alveg því sagði baguette ok, sorry, baguette já, þarna kom þetta sorry, baguette ég ætla að klippa þetta og replya baguette ok, baguette Busulinova svo er sagt að 55.000 jólahúfur séu gefnar út árlega Jótei húfur og svo 91 þá kemur jólabjór frá ölgerðinni Egil Skalla á íslenska markaðin sá ég einhver staðar á netinu í mínum rannsóknum en svo náttúrulega hafa komið fullt af svona skemmtilegum jólabjórum ég held ekki geymið það fyrir einhvern annan jólaþátt bara íslensku jólabjóralnis mér finnst þetta jólalætbjórn með samfýtt sko mandarinubjór já en sko það kom náttúrulega einu sinni 2021 þá kom náttúrulega Reykjavík Brewing með óra baunur og rauðkálsbjór hefur mannst þetta því? Já, ég man eftir því hann var ekki hann var ekki myndtepalli nei og þar fannst mér samt umbúðunar flottar umbúðunar voru geggjaðar og mér fannst þetta stemmari já og gaman smakkan og fyrst við erum að tala um þetta þá vil ég tala um óra baununar já og þegar ég hringdi í óra í dag í skrifstofuna hringdur í herra óra?
Ég hringdi í herra Óra út af því að ég var í vikunni og það var alltaf einhver Benni Erlings var eitthvað að segja að þetta hafi verið eitthvað mistök eða eitthvað svona laga mig hérna, já og ég hringdi í Óra, ég spurði bara svona, mér finnst ég að hafa heyrt svo mikið flökkusögur alltaf svona að Óra jólabönur hafa verið illa framleiddar fyrst og þess vegna eru það svona ég hringdi í þau og bara talaði við nokkra þau kunnumst ekkert við þetta þeir sögðu bara að þetta væri bara einhverja flökkusögur það bara bönur hafa alltaf verið gerðar viljandi svona já, ég nefnilega heyrti eitthvað svona þetta var búið til fyrst sem svínamatur það fyrst verið svínamatur og við höfum óvart slasast til að borða það líka og svo var þetta bara svo gott að okkur það var ekki það sem Óra sagði við mig sko, nú þarf ég kannski að fá einhvern rannsóknarfréttamann til þess að kafa dýpra ofan í þetta nei, er þetta ekki bara, en okkur eru svo rosalega mjúkar sko, ég skal segja hvernig þið gera þær það bara getur giska út frá því þeir fá bönina frá Bandaríkjunum, þurrar byrja á því að leggja þær í bleyti það flýtir fyrir upptöku vatns og þingi þær örlítið eftir að böninar hafa legið í bleyti er sykri og salti bætt við og þær sóðnar í stórum kakli næst farið það í steinaskiljuna og þar á eftir upp í síló sem verður rétt að þyngd í dósinnar næst liggur leið bönina hitagöng til að ná súrefni úr vatninu þar á eftir eru loksett á dósinnar og þær innsiglaðar fyrir suðu þar eru þveiknar og komið fyrir í suðurkörfum áður en þær fara síðasta skrefið sem er suðuofnin. Þar eru þær teknar upp í 116 gráður á Celsius sem drepur allar bakteríu inn í dósinni og þannig ná þær löngu geymsluþoli. Wow. Ok, nú kann ég ekki róra bara nýtt að gera Nú ætlar að ræna þetta frá þeim Þetta er ameríska baunir í dönskum dósum með mexikosku loki Er það? Já og íslensku vatni Já, ok Okkur mexikosku loki Ég veit ekki, það er bara það sem ég las Þetta er bara eitthvað Það eru international Þetta er svo að sé ekki hægt að falsa orabunnar Já, það er ekki þú getur hver sem ekki keypt þetta bara Já, þetta er ekki mexikosk lok Þetta er hollenskt lok Skottir, þú gafst mér falsaðar órabönir Einhver að selja órabönir úr skottinu á sér Það er ekki hitað við 116 gráður Þessar er hitað við 90 gráður Já En heyrðu, hvað ætlaðir að spyrja mig á þann? Ætlaðir að spyrja mig eitthvað fyrir þáttin eða varstu búin að því? Nei, það var bara eitthvað meira tengt að því ég var út í Edinborg sko. Já Svona margir barir sem leyfið hunda Já Þetta er svona hundafriendly og kannski er líka mikið af þessu service hundar sko en já, ég var eitthvað svona þetta er gaman eitthvað og svo náttúrulega bara með öll þessi nýju hundalög dýralög þú þarft ekki að spyrja nákvæmlega hvort þú meir hafa hund í blokk lengur og eitthvað svona en hvað finnst þér þetta að ég veit nú að þú með mikið dýra ofnami en þú ert mikil dýravinur veit ég sko. Mikil dýravinur, því miður með mikið dýra ofnami líka hræðileg blanda, bara ég veit ekki hvað ég gerði af mér í fyrra lífi til þess að verðskulda það en ég er nú ennþá á lífi þannig að kannski ekkert eitthvað það hræðilegt en nei, ég sko það hefur ekkert áhrif á mig að hundur sé einhverju annari byggingu eða neitt þannig, eða veist, í öðru húsi sem blokk það hefur ekkert mikil áhrif nei. En það þarf að þrífa eftir sig skilur ef við fyrir á bar og það væri svona 3 hundar þarna, þá myndi ég örugglega finna fyrir einkenni ef það er 1 og 1 hundur, það er allt í lagi hundarnir eru úti, það er líka allt í lagi ef þeir eru á barnum úti, það er allt í lagi sko. En ég er bara svona, mér finnst of mikill hundagangur gæti alveg örugglega verið að ónáða mig sko. Og ef þú tökur lóratín þá bara þá er það samt ekki gaman skilur, þá er ég bara dasaður eitthvað staðar dasaður og með stípla nef og eitthvað klórar í augum eitthvað skilur og illt er þetta anda eða skilur bara ömuleg stemning Já, einmitt Svo er náttúrulega hægt að vera með bráðaofnami líka Já, ég er ekki með bráðaofnami, blessunarlega Nei Einmitt, ég bara elska hunda og mér finnst þetta gaman sko en ég skil alveg líka, þú veist Já Ég er náttúrulega ekkert eitthvað mjög erfiður með þetta það er bara við myndi allt í einu byrja að fá einkenni ef ég sé hund á bar, ég er alltaf ekki að sittast í hliðina á honum en ég er ekkert eitthvað að fara að tala í barþjóðin eitthvað, það er hundur hérna getur þið farið út með hann eitthvað skilur, ég fer ekki alveg í það sko Herði, svo lendi ég öðru Já Veitu, hvað skrifaði ég hérna?
Ég var smá í glasi að skrifa þetta Herðu ég lendi í svakalegu með ég fekk e-mail að því núna sendu við oft þú veist, við erum ofta að senda honum Ísaki bara vídeo og eitthvað svona til þess að klippa þetta og gegnum þá annarkvort Vítransfer eða Swiss-transfer og ég fekk skilabóð e-mail frá Vítransfer það sem einhver hefði downloadað skjölum sem ég hefði sendt og ég fer ekki að skoða þá leitið út eins og ég hefði sendið einhver lagafæla eitthvað lag og svo stóð bara vocal og svo annað bara bass og drums og eitthvað svona og ég var eitthvað, hvað er þetta og hver er að nota e-mailin mitt til að senda Vítransfer og ég fer að googla það þá er það víst eitthvað bara malware svona vírus eða fattar ég shit þannig að þú veist, ég sem betur fer tjekkaði ekkert beina á þessu ég var ekkert að downloada þessum skjölum líka til að sjá hvað einhver var að senda á mínu nafni nei. En þarna var ég var næstu bara fyrir smá svona scam dóti, sko. Þú varst næstu búin að bara tekin Já, því þetta er ekki einhver prins frá Nígeríu eitthvað að reyna að svindla mér eitthvað fattar ég þannig dót Beautiful Nigerian guy Þetta er bara já svona er þetta ná mér með einhverju fokkin Vítransfer dóti sko. Já Ummið maður Þú ert góður í hreimum, kanntu að gera skórskan hreim eða? No, ég bara Scottish You got that Nei, ég er ekki góður í You've got to Ég þurfti að heyra hann fyrst sko You've got to Feel the rain on your skin Feel the rain Oh my god, við erum að enda þetta else can do it for you Við erum að enda þetta á hræðilegum skoskum reym No one else can do it for you Hvað er það að segja? No one else can do it for you Feel the rain on your skin Oh my god, heyrðu, ég er að vera að setja í matabóð Já Heyrðu Já, bara Það var eitthvað sem ég vil segja en það verður þá bara að bíða á næsta þetta Já, Gleðileg jól Takk fyrir árið Takk fyrir árið Takk fyrir að hlusta á okkur, gleðilegt nýtt ár Takk fyrir þolinmæðina með okkur í árinu Við erum búin að vera mjög brotakendir í ár Takk fyrir röflið Takk fyrir röflið og takk fyrir að hlusta Gleðileg jól Gleðileg jól, sjáumst á komandi ári Yes Bye, have a beautiful time Beautiful Já, ok Já, ok Já, ok Já, ok